fluttur þriðji þáttur sakamála framhaldsleikritsins Radíusbræður leysa bandann. Þriðji þáttur. Grunnsamlegt mál á Grundarfirði. Það sem okkur ber niður eru þeir Radíusbræður Steini og Dabbi ásamt sínum trygga förnauti, hundinum Tryggi, eftir farsæla lausn sakamálsins á Ólafsvík á leiðinni til Grundarfjarðar í bifreið sinni Radíusbílnum. Þrjú hjól undir bílnum, en áfram skröltir hann þó. Yfir urð og grjót, upp í mót, hippiti-hæ, hippiti-hí. En við sýnjum samsöng í einum og. Eittu snarfaldar kjafti, láglausi hundur! Við erum að reyna að syngja hérna, helvítið! Syngjum þá eitthvað sem Tryggur kann. Já, ok. Heyrðu snöggvastna tíminn, snjalli vinur kæri, heldur ekki að hringinn þinn ég hermanlega bæri. Trallala, trallala, trallalalalala. Þetta var nú eitthvað annað. Þeir hlæja dátt. Enda skemmtikraftar og fullir af lífsþrótti æskumanna og grunlausir eru þeir að enn bíði vandasöm ráðgáta úrlausnar þeirra. Dabbi, varst að reka við? Nei, varst þú ekki að reka við? Þetta líf pestar þetta. Hey, þetta er ekki bílinn maður. Hvað heldur að ég éti maður? Ekki var ég að þessu. Tryggur! Nei, anskotni, þetta getur ekki verið pestin af hundinum, hann þó hann rotnaði innan maður. Hann lítur allavega nógu og djöfitt illa út. Til þess að þetta geti verið raunin, sko. Stoppaðu bílinn, stoppaðu bílinn, stoppaðu bílinn. Af hverju? Lyktin hlýtur að koma að utan. Er þetta ekki þá bara einhver bræðslusni? Nei, þetta er einhvað enn grunnsamlegra. Þeir Radíusbræður stöðva nú bifreið sína, Radíusbílinn við vegarkant og stíga út úr henni. Tryggur ríkur þegar af stað yfir lítið hæðardrag. Heyrðu, Tryggur rauk af stað. Hvað skildi vera þarna handan í hæðina? Gáum. Já. Nú erum við að hlaupa yfir þetta litla hæðardrag, hér við veginn, milli Ólafsvíkur og Grundarfjarðar, á norðurinu, Snæfellsnesi. Þetta segja mér það, ég veit það. Þú ert alltaf að segja hvað við erum að gera. Já, fyrirgeðu. Nei, sérðu þetta? Fræ af hesti og 3 selum. Þvílíkur, rotnunarflíkur. Og sjáðu innlítið liggja úti. Og sjáðu, hesturinn hefur verið bútaður í sundur. Heldur þú að leyfa Tryggja að éta þetta kjöt? Ég veit það ekki. Sjá hvernig hann grafgar þessu í sig svona rotnu og ógeðslegur. Og mætti halda hann fengið að éta. Ég var honum ekki alltaf að éta það. Þetta er þinn hundur. Gefur þú honum ekki að éta? Það skiptir ekki máli í þetta. Hörðu, við verðum þegar í stað að tilkynna þennan voðaverknað til sýslumanns. Nú er málið ekki augljóst. Hesturinn hefur drepið selina þrjá og lappað með þá hingað upp á veg og hlutað sjálfan síns. Já, nei. Nei, Steini. Það bendir nefnilega allt til þess að einhver eða einhverjir hafi verið hér að verki. Já, þessi leittur. Radíusbræður stíga þegar upp í bifreið sína Radíusbílinn og keyra í loftkostum til Grundarfjarðar þar sem þeir taka hús á sýslumanni. Já, Lár, sýslumaður hér á Grundarfirði. Þannig er nú í pottinn búinn. Þetta er vissulega snúið mál, kæru Radíusbræður, og mér greinilega ofviða. Því fer ég þess nú á leit við ykkur að þið ráðið lyktum þessa grunsamlega máls. Það skulum við gera. En veistu einhvern sem gæti hafa gert þetta? Ekki nema það væri Guðmundur á Hóli sem býr þarna í grenndinni. Já, eða Siggjá Grund sem býr líka þarna rétt hjá. Nú, eins gæti hins ekki verið Jón á Álsi sem líka býr þarna rétt hjá. Nema það sé Helgi hesta og sela, en rægin liggja nú einmitt í 12 hættinum hjá honum. Helgi hesta og sela? Það er einkennilegt viðnefni. Já, það er stytting af hesta og selamorðingi.
En þú hefur sem sagt ekkert sem við getum byggt rannsókn málsins á. Nei, því miður, ég alveg blankur. Sé ekki best að við tökum fyrst hús á Guðmundi á Hóli. Guðmundur á Hóli var úti við að bera skít á tún sín þegar radíusbræður bera garði. Sæll, Guðmundur á Hóli! Sælir radíusbræður og velkomnir á Hóli. Þú ert við bústörfin, sé ég. Þaukindinni hefur ekki verið gert nóg hátt undir höfði. Nei, þú hefur lög að mæla enda í nánum tengslu við náttúruna og lögmál hennar. Sauðkindir og þorskurinn hafa aldrei þótt fína skepnur á Íslandi. Þó þetta þær skepnur sem við höfum lifað á. Jú. Þú ert ekki með neina hesta eða hvað hér á bænum, ha? Eða seli. Orð eins og sauður og þorskhaus eru niðrandi í málinu. Heldur þú seli hér á bænum, Guðmundur? Það heldur engin seli, Steinn. Konan alltaf yfirgefin. Það hennar eðli. Guðmundur, heldur þau hesta? Hefurðu drepið einhverja hesta eða seli nýlega? Það eðli mannsins að yfirgefa konuna. Það eðli konunar að vera yfirgefin. Jesús var ekki giftur. Guð var ekki giftur. Þetta þýðir ekki, Steini. Maðurinn fer undan í flæmingi. Það engu líkar en hann hafi eitthvað að fela. Og svo talar hann alveg eins og Guðbergur Bergsson. Mér líkar það ekki. Þetta er bróður hans, Danni. Já, það? Já, hlaut eitthvað að vera. Radíusbræður stukku nú upp í glæsibifreið sína radíusbílinn. Þeir höfðu Guðmund sterklega grunaðan eftir þau furðulegu svör sem þeir fengu hjá honum við beinskeyttum spurningum sínum. Nú óku þeir sem leiðir lá að Grund, þar sem Siggi á Grund bjó. Hvað þeirra býður þar? Kemur ljós í 4. þætti þessara dularfullu ráðgátu. Hver hinn Siggi? Guðmundur á Hóli, Siggi á Grund eða Helgi, hesta- og selamorðingi? Fylgjumst spennt með næsta þætti þessa æsispennandi framhaldsleikrits. Ástir og örlög á Ásakaffi.